Amen. Við erum einmitt hér saman komin í dag vegna þess að við þörfnumst meira Guði og við viljum læra meira hann og við viljum fá að uppfræðast og við viljum fá að fagna saman og við viljum fá að lofa Guð saman. Hvernig væri nú að heilsa tveim, þrem sem eru kringum ykkur eins og við gerum alltaf hér. Kannski eitthvað nýtt andlit hér í dag. Við skulum bjóða þau hjartalega velkomin. Síðasta sunnudag þá var ég staddur á Ísafirði en ég var samt staddur á samkomu hér á Fíladelfíu. Ég horfði á samkomuna í tölvunni minni og þótti gaman að sjá. Nú 2 vikur í kotmót. Við erum farin að telja alltaf niður svona seinni part sumars. Það er mikið tilhlökkun. Það verður frábært mót. Maður veit það bara strax fyrirfram því að predikarinn er ekki að vera í endanum. Og hann segir betur á því en eftir en Aron. En áður en að við fáum Aron hér upp, þá syngjum við eitthvað skemmtilegt hérna stuði í byrjun. Hvernig var að syngja gamalt og gott, Swing Low, I'll Fly Away? Þið þekkið þetta? Syngjum með. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home. Tell all my friends that I'm coming too, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Someday, when this life is over, I'll fly away to a home God's lasting shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy will never end. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away when I die. Hallelujah, by and by, I'll fly away. Aron, býta aðeins. Viltu syngja eins kannski? Við skulum standa fram og tökum eitt annað gamalt og gott sem kom í hug minn í gærkvöldi. Við verðum að taka þetta saman.
Hann snart mig, meira. Hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Hann snart mig. Þjakaður af þungri byrði, þjáður hvalinn syndan er. Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin gekk þá frá mér leið. Hann snart mig, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Hvíl í stundum fann ég frelsi, fögnuðinn og Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og loks ég þér, nú ég Guð þinn. Hann snart mig, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Maður heyra salinn syngja. Hann snart mig, hann snart mig og friður fyllti mína sál. Og allir saman svo. Hann snart mig. Hann snart mig. Hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Amen. Gjörðu svo vel, Aron. Ég held að við verðum að taka þetta lag á kotinu, í kotmótinu, fá þá allan salinn til að syngja þetta, ekki satt? Það verður flottu kór þá. Frábært hjá ykkur. Amen, gaman að sjá ykkur.
Ekki allir glaðir í dag? Við sungum áðan lag sem heitir I fly away, eða ég flýg í burt. Það svolítið bókstaflegt þennan morguninn, meira kannski ég fík í burt. Þeir voru að kalla út björgunarsveitir á Selfossi að festa niður trampolín og alls konar. Þetta okkar yndislega íslenska sumar. Veistu, ykkur er þetta ekki stórkostlega. Gott að fá fjölbreytni, en sumarið búið að vera fínt hér á Suðurlandi. Ekki? Það búið að vera sól í skjóli og bara hlýtt og gott. Og það gott. Við þurfum á því að halda. Hérna, það kvotmót framundan og það svolítið gott að við fáum rokið bara núna. Nú rokið bara búið, eða svona eftir þennan dag. Þannig að mér langar að hvetja ykkur. Ég veit að sumir eru vandræðast hvar á ég að gista á kvotmóti. Og það seldust upp í skálan bókstaflega á bara einhverjum 2 til 4 mínútum. Ég ekki að grínast. Við hefum getað selt 2 sinnum í skálan á þeim tíma. Og það eru margir sem að vilja koma á kvotmót og fyrir sumir er þetta erfitt. Og ég hvet ykkur, gefið því séns aftur að tjalda. Amen. Ég heyri eitt amen. Hefði viljað fá fleiri. Það er svolítið skemmtilegt. Það stemning sem það felur í sér að tjalda. Nú vonda veðri búið og hérna, það bara gaman að vera í tjaldi. Vera á svæðinu, vera í svona tjaldþorpi, vera í hjarta svæðisins. Langódýrast og bara mjög skemmtilegt. Langskemmtilegast, það rétt. Og það eina sem þarf bara gott hugafar, þokkalega dýnu og þá þetta ekkert mál. Og þetta verður frábært mót. Við erum með Stefán Kristjánsen sem aðalpredikara sem við þekkjum vel hérna. Hann er frábær predikari og hérna, það mikil metnaður lagður í að gera móti sem best og úr garði og margir að leggja mikið á sig til að eiga frábært mót og ég hvet ykkur til að mæta. Ef þið engan séns á að gista, að keyri þá allavega á milli og komið og verið með á þessu móti. Þetta þessi eini viðburður á ári þar sem við hittumst öll. Öll kirkjan kemur saman einu svona ári upp í kvoti og það gerist alltaf eitthvað algjörlega sérstakt á kvotmótum. Og það engin einn viðburður þar sem jafn margir hafa mætt Guði, þar sem jafn margir hafa skýrt í heilugum anda og hérna, tekið á móti Jesú Kristín í líf sitt. Þetta staðurinn. Hvergi hafa fleiri hjónabönd myndast. Ég hef svo sem engin vísindaleg rök fyrir því, en svona ég hef það á tilfinningunni. Og kannski hætta sumir við að fara þá. En í alvöru talað, komið á kvotmót og verum með. Til þess að móti eins og kvotmót geti gengið upp, þurfa líka mjög margar hendur að leggjast á eitt og það margir sem að bera þunga núna á undirbúningnum en það vantar ennþá sjálfboðalið til þess að hjálpa til þess að létta undir á mótinu sjálfu. Kannski nokkra klukkutíma. Og hér niður og eftir á upplýsingaborðinu þá verður tekið við skráningum á sjálfboðaliðum. Kannski þekkjur ekkert marga og þá alveg tilvalið að kynnast fólki í gegnum það að vera með þjónustu. Og ef við hjálpumst öll að, þá þetta alveg rosalega létt og skemmtilegt. Alls konar þjónustur í boði og að gera að vera með. Síðasti séns til þess að skrá börnin á ódýrasta verðinu á barnamótin núna fyrir 21. Þið farið inn á kvotmót.is og skráðu börnin ykkar þar á barnamót. Og hérna, endilega gerið það. Barnamótin algjörlega meira áttar. Ég náði fyrsta barnamótinu þegar ég var 12 ára gamall. Og ég man ennþá hvað það var skemmtilegt og hvað það hafði mikil áhrif á mig. Og ef þegar ég börn, þá var ekki nema bara fyrir börnin að koma þá og leyfa þeim að upplifa barnamót. Og mér langar að biðja ykkur að vera biðjandi fyrir mótinu líka. Við erum andlegt fólk og ég hvet ykkur til þess að biðja fyrir mótinu að Guð gera eitthvað stórkostlegt á þessu móti. Heyri ég mér fyrir því. Að biðja saman og við erum saman, komum innstillt á móti og bjóðum fólki með okkur og eigum frábært mót þarna saman. Í dag tækifæri til þess að gefa og við ætlum að taka fórn núna, við köllum þetta fórn fyrir ykkur sem hafa aldrei komið hérna áður og aldrei heyrt þetta orð, bara hvað við að fara að slátra ykkur dýrum eða hvað að fara að gerast. Fórn því að við erum að gefa af okkur, gefa af því sem við eigum og inn
í Guðs ríkið. Við erum að fjárfesta, það væri kannski betra orð. Við erum að fjárfesta í einhverju sem að kannski skilar okkur ekki aurum tilbaka, en einhverju sem við höfum trú á. Og við höfum trú á því að það að einhver kynnist Jesú Kristi sé það besta sem getur komið fyrir. Og við fjárfestum í því að sjá kirkjuna byggjast upp svo hann getur náð til fleiri. Þannig ég hvet ykkur til þess að vera með og gefa, og við erum gjafmillt fólk, við erum duglega að gefa af okkur og léttum pingjun okkar þannig, og léttum líka vera duglega að gefa bæði að biðja fyrir fólki og blessa fólk. Þannig við ætlum að taka fórn núna, og áður en að við gerum það, þá langar mig að við biðjum saman. Ef við kannski að standa upp öll saman og biðja, og þegar við biðjum þá tökum við öll undir og felum öll bænir okkar, gefum þetta drottins. Faðir, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem að heyrir bænir okkar, og við getum komið fram fyrir þig og við getum lagt allt fram fyrir þig, drottinn minn. Og ég biðst, drottinn, núna að þú grípir inn í þær kringumstæður sem á hjörtum okkar. Margir eru með ástvini í huga sem er að glíma við erfiðleika eða veikindi, og við bara felum, þar sem við leggjum þessi nöfn núna fram fyrir þig, hvert og eitt, að þá felum við þessa vini okkar og ættingja og fólki í kringum okkur í þínar hendur, drottinn. Viltu grípa inn í kringumstæður fólks, Jesús minn? Viltu lækna veikindin? Viltu fyrst og fremst færa fólk til þín, drottinn? Leyfa fólki að upplifa þá von og þann kraft sem að felst í því að trúa á þig og treysta þér, drottinn minn, í Jesú nafn. Og við blessum kvotmótið sem er framundan. Ég þakka þér fyrir að fáum að koma saman þarna þessa eina stund á ári, drottinn minn, þar sem við fáum öll kirkjan að gleðjast, alls staðar að landinu að gleðjast saman og lyfta upp þínu nafn og uppörva og hvetja hvort annað, drottinn minn. Og viltu bara gefa okkur nýja eftirvæntingu fyrir mótinu, drottinn minn, og við getum ekki beðið, við erum svo full tilhlökkunar yfir því sem þú ætlar að gera. Og ég þakka fyrir að þú blessar öll málvarði kvotmóta, við möttum öll leggjast á eitt, að eiga frábært mót saman, drottinn minn. Þannig að enginn sé of þreyttur og enginn þurfa að vinna of mikið, heldur við öll vinnum saman að gera mótið stórkostlegt, drottinn minn. Og við felum þessa stund og við felum allt okkar líf í þínar heilegu hendur, Jesús minn. Viltu blessa hann Hjalta þegar hann tala til okkur á eftir, drottinn, og gefa honum orð frá þér, drottinn, og hjálpa okkur að hafa opin hjörtu fyrir því sem þú vilt tala við okkur, Jesús minn. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og baukarnir verða látnir ganga núna. Og það posi aftast fyrir ykkur sem vilja vera með. Ef þú ert hérna í fyrsta skipt og tilheyrir ekki þessu samfélagi, ekki hafa neinar áhyggjur. Það er engin skylda að gefa og njóttu þess bara að vera með okkur. Amen. Fyrir 20 árum síðan ákveðlega þá fór þessi kór, Philadelphia, við séum bara 3 af þeim hér á sviðinu núna. Þá fórum við til Bandaríkjanna í okkar svona fyrstu útrás. Og nú erum við að fara aftur 7. ágúst, þá förum við aftur í útrás til New York og Boston, ætlum að vera þar með samkomur og leiða lofgjörð í New York. Kannski komum við bara ekki tilbaka, jú, við komum aftur tilbaka. Við ætlum að kenna þeim að syngja gospel í Ameríku. Þá sungum við þetta lag fyrir 20 árum sem við ætlum að syngja núna. Þá var hann í samið, ég gerði þetta lag fyrir 21 ári síðan og við ætlum að syngja þetta núna saman. Þökk þig Guð að þú frelsið mér gafst. Þökk
Þá með þið gjarnan fá okkur sæti, við ætlum að fá börnin, já börnin, ég gleymi því náttúrulega, börnin eru ekki að fara í barnastarf en það er búið að setja spólu í tæki niðri og þau geta farið niður og horft á teiknumynd. Örugglega einhverja svona uppbyggjandi. Þannig að krakkar, gjöru svo vel, það er niðri í barnastarfinu, verður tekið á móti ykkur og það er verið að sýna enginn vill fara. Spáðu í þetta, þið langar miklu frekar að hlusta á hann Hjalta. Ekkert mál, það er allavega til boða, ekki fullorðnir, bara börnin. Og meðan þau kannski fara trítla niður, þau sem allar niður, þá syngjum við einn gamlan góðan sálm sem er sungið út allan heim. Yndislegu sálmur, gott er að vera í Guðspjarnahjörð. Til þess að
undursamleg eru þín verk. Drottinn minn, ég þrá að þjóna þér. Ég vil heyra þig og ég vil tigna þig. Heilaga nafn og Guð alla tíð. Drottinn minn, þín ást er ofar öllu á jörð. Drottinn minn, þú hjálpar mér og huga. Ég vil heyra þig og ég vil tigna þig. Heilaga nafn og Guð alla tíð. Drottinn dísi þig. Drottinn minn, hve undursamleg eru þín verk. Drottinn minn, ég þrá að þjóna þér. Ég vil heyra þig og ég vil tigna þig. Heilaga nafn og Guð alla tíð. Drottinn minn, þín ást er ofar öllu á
gott að geta leita til læknisins, til huggarans og til hans sem að við tygnum og við gefum hann dýrðina fyrir allt saman. Hjalti, velkomin hér upp. Við skulum fá okkur sæti á meðan hann talar til okkar. Amen. Yndislegt að lofa Guð. Yndislegt að lofa Guð. Amen. Heilagi Faðir, þakka þér Drottinn Guð fyrir að við erum samankomin í dag til þess að lyfta upp þínu nafni, heilagi Faðir. Við erum samankomin að því hver þú ert, Drottinn minn, og hvað þú hefur gert í lífi okkar og þess sem við væntum að þú muni gera í lífi okkar í dag, Drottinn minn. Þakka þér fyrir að Faðir minn að þú ert hér. Þú ert hér, Drottinn minn. Þú ert hér fyrir okkur og við erum hér fyrir þig, Faðir minn. Og ég bið þig, Drottinn Guð, talaðu til okkur í dag, Drottinn minn. Þakka fyrir orðið sem þú gefur mér, Faðir minn, og vildu gefa okkur öllum náð til þess að meðtaka þitt orð, Faðir minn. Þakka fyrir þú vilt tala til okkar í Jesú nafni og verði viljið þín í dag. Amen. Amen. Gaman að vera með ykkur í dag. Nú ekki látið sjá mig núna lengi, ég er búin að vera að vinna í húsinu mínu. Svo fæ ég að koma og tala, þá mætir maður. Reyndar kannski tókuð eftir ég en dóttir mín, hún er nú vön að setja hérna alltaf þegar að predikun er. Hún er ekkert alltaf hrifin að fara í barnastarfið. Ég veit ekki alveg hvernig ég taka því, hún ákveða að fara niður í dag. En þið fáðu ekki að fara niður. Eins og Óskar sagði þaðan. Bara fullorðnir hérna uppi. Það sem ég langar að tala í dag er komið inn á Guðsríkið. Ríki Guðs, himnaríki, Guðsríki. Og Jesús talaði reglulega Guðsríkið þegar hann gekk hér á jörð fyrir 2000 árum. Og ég ætla að byrja að lesa hérna bara örstutt úr Mattheus í 7. kafla þegar að Jesús er að kenna læri sínum hvernig ég að biðja. Og hann segir við á hvernig er ég að biðja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Og það er ríki Guðs og það er komið og það mun koma enn frekar. Gyðingarnir spurðu Jesú einmitt hvenær Guðs ríki kæmi. Þeir voru búin að bíða eftir því. En hann svaraði þeim: Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja: sjá þar eða það er hér. Það er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki er innra með yður. Þeir byggust við einhverju hinu ytra. Og þetta er einnig sama að Jóhannes skýrari sagði þegar hann kom með boðskap sinn og hann sagði: gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Við þurfum að iðrast til þess að meðtaka Guðsríkið. Og það er einnig hver sem gerir iðrun, tekur við Jesú í líf sitt, hann eignast Guðsríki innra með sér. Og einn þekktasta dæmisaga Jesú er einmitt þetta, sagan af týnda syninum. Og ég ætla að lesa fyrir hlutan af þeirri dæmisögu, Lúkas 15, frá 11. versi. Það sem Jesús sagði: maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út að lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs sín og sagði: hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar,
en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Hljóp og fjall háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með þína bestu skikki og færið hann í. Dragið hringa á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið á alikálfinn og slátrið. Ég skulu meta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gjöra sig glaðan dag. Ég ætla ekki að lesa þetta seinni hlutan, það er hinn soninn, það ekki efni í dag, en margir hafa sett sig í spor týnda sonarins. Sonurinn vildi rauninni ekkert með Guð hafa að gera. Hann vildi lifa lífinu eftir sín eigin höfði. Það var kannski einhverjir fleiri en ég ákveða að gera þetta einhvern tímann. Sonurinn vildi bara skemmta sér. En hvað gerast að endanum? Hann komin í þrot. Og hvað gerist þá? Jú, þá fyrst hann tilbúin að iðrast og hleypa Guðinu í líf sitt. Hann þurfti að lenda á botninum í lífi sínu. Og þá var hann tilbúin, þá sá hann hvernig líf hans í raun og veru var. Þá sá hann hvað það var innantómt. Þá sá hann að hann vantaði allt. Og þá var hann tilbúin að segja, nei, hingað ekki lengra. Það eitthvað meira. Og hann ákvað að fara til föður síns. Og hann veit að hann á ekki skilið að faðir hans taki við honum. Hann veit það, að hann hefur ekki gert neitt til þess að faðirinn segi bara við hann, já, komdu bara. Hann á það ekki skilið. En hann gera það enga síður, sonurinn, hann fer í þeirri von og trú að hann fái góðar móttökur. Og hann tilbúin að gerast bara þjónn. Það ætla bara að vera eins og þjónarnir. En Guð gefur honum rétt til að vera sonur. Og þessi dæmisaga Jesú sýnir hvað tilboð Guð hefur fyrir þig og mig. Tilboð það hver sá sem iðrast, hver sá sem að hleypir Guðin í líf sitt, hann fær rétt til þess að vera sonur eða dóttir Guðs. Ekki bara eins og þjónn hans. Og börn Guðs eru erfingjarnir. Við fáum að erfa Guðs ríkið. Og ég hugsa að týndi sonurinn hafi örugglega sungið þarna, hann snart mig eins og við sungum á hann. Hann fengi upplifa það, Guð hafi snert við honum, breytt líf hans. Og þetta svona grundvallaratriðið, að iðrast og koma til Guðs. Það svona grunnurinn að öllu saman hjá okkur. En það meira. Það meira. Ég trúi því eða gerir ráð fyrir því að allir hafi lent í mótbyr einhvern tímann á trúargöngu sinni. Og ef þú hefur ekki lent í því, þá áttu ábyggilega eftir að lenda í því. Spurningin er það eðlilegt að lenda í mótbyr í trúargöngu sinni? Og ef að það gerist, hvað gerum við þá? Málið það að við lifum í föllnum heimi. Þó að Guðs ríki sé innra með okkur, þá lifum við á þessari jörð, þar sem að Adam og Eva syndguðu og allir afkomendur þeirra líka, meðal annars við. Og Guð tók okkur ekki út úr þessum heimi. Við munum kannski hvernig Jesús bað fyrir okkur í Jóhannes 17. Hann bað Guð að varðveita okkur frá hinu illa, en ekki að taka okkur út úr heiminum. Varðveita okkur frá hinu illa. Þannig að það ekkert óeðlilegt við það að lenda í mótbyr. Við erum hér í þessum heimi. Og Jesús kennir líka lærisveinum sínum hvernig þeir eiga að bregðast við.
kannski aðeins í öðru samhengi en samt ekki. Jesús er að kenna lærisveinum sínum að vera ekki áhyggjufullur líf sitt. Hann segir einmitt í Jóhannes 7. kafla: segið því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingarnir, og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. Og svo kemur ráðið frá honum: en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Þetta er ráð sem dugar bæði í mótbyr og meðbyr. Að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Og hvað þá? Allt annað sem við þörfnumst, sem að Guð veit að við þörfnumst, mun veitast okkur. Og svo getum við haldið áfram að spyrja: ok, en hvernig leitum við ríkis Guðs? Og rauninni voru lærisveinarnir mjög duglegir að spyrja alltaf meir og meir, sem er mjög gott vegna þess að þá sjáum við bara beint í Biblíunum hvernig Jesús svaraði. Þeir voru alltaf að spyrja en þetta en hitt. Gyðingarnir einmitt, þeir áttu ekki von á því að ríki Guðs kæmi eins og það kom og er innra með okkur. Þeir áttu von á því að Messías myndi stofna pólitískt ríki, reka á Rómverjum í burtu, frelsa það þannig undan þeirri ógn. Það var ekki komin tími til þess á þessum tíma. Það var Guðs ríki innra með okkur. Sem betur fer gerði það þannig. Og eins og ég sagði áðan líka, það er meira en bara þetta frelsi þegar við meðtökum Guð. Ríki Guðs heldur áfram að koma, meir og meir. Þegar Guð hefur áætlun, hann vill að við vöxum í sér. Þegar Jesús gekk á jörðinni, þá var hann með lærisveina, 12 lærisveina sem fylgdu honum hvert sem hann fór. Og þeir lærðu af honum. Þeir breyttust frá því að vita lítið hann þegar að hann sagði við þá: fylg þú mér, og einn af öðrum fylgdu honum. Þá vissu þeir ekkert mikið hann. En þeir voru lærisveinar hans og lærðu af honum. Og þeir fóru svo að predika fagnaðarerindið sjálfir. Í sinni heimabyggð, á meðal þjóða sinnar og í fjarlægum löndum. Og rauninni engin takmörk, farið út allan heim, sagði Jesús við þá. Predikið fagnaðarerindið öllum mönnum, öllum mannkyni. Og það var okkur til heilla að lærisveinarnir hlýddu. Þeir gerðu eins og Jesús bauð þeim. Þeir fóru út allt. Þeir ákváðu mitt að leita ríkis hans og réttlætis. Þeir hlustuðu á hann og gerðu eins og hann sagði. Og við erum uppskerað þess að þeir hlýddu. Til komi þitt ríki. Eins og við biðjum í faðirvorinu. Til komi þitt ríki. Og ríki Guðs kemur meir og meir. Það heldur áfram að koma, heldur áfram að vaxa. Því að Guð heldur áfram að starfa. Guð heldur áfram að starfa við þér. Hann er ekkert búinn. Hann er rétt að byrja með þig. Þegar við bjóðum Jesú inn í líf okkar, þá byrja gangan. Hún heldur svo áfram. Og það er mikilvægt fyrir okkur að læra af Jesú. Lífið býður upp á mjög margt. Margt er mjög uppbyggilegt og gott fyrir okkur. En það er líka margt sem að vil stela athyglinni frá Guði. Þess vegna þurfum við að leita ríkis hans og réttlætis. Eitt af verkfærunum sem hann hefur gefið okkur er bænin. Hún hjálpar okkur að vaxa í honum, vaxa í Kristi. Að Guðs ríki haldi áfram að koma meir og meir. Þannig að við þurfum að vera duglega að biðja, það er gott fyrir okkur.
Og mér langar að koma inn á eitt punkt varðandi bænina eða eitt bænarefni sem er gott að biðja fyrir almennt. Bænarefni sem ég trú að við kannski leggjum ekki allt of mikla áherslu á, finnst kannski ekkert endilega alltaf svo rétt að biðja á þann hátt. Nú náði ég athyglinni. Við þurfum að biðja fyrir okkar eigin trúargöngu, okkur sjálfum, okkar trúargöngu. Og þá er ég ekki að tala eitthvað við sem eitthvað sjálfhver, ekki þannig, heldur það að þó við biðjum fyrir öðrum, þá mægum við ekki gleyma okkur sjálfum. Trúargöngun okkar. Við þurfum að biðja Guð að leiða okkur eftir sínu vilja. En hún biður það að við megum eiga gott samband við Guð. Við berum ábyrgð okkur sjálfum, það er svona fyrsta, að við berum ábyrgð okkar eigin trúargöngu og leyfum Guði að leiða okkur. Þannig við þurfum að vera duglega að biðja fyrir því að við eigum gott samband við Guð og að við vöxum í honum. Biðjum að megum koma rétt fram við aðra. Fjölskyldu okkar, vini, vinnufélaga, nágranna, alla sem eru náungar okkar. Og ég trúi því að þetta sé svolítið lykill í þessu, að við gleymum ekki, vegna þess að þegar við erum að biðja fyrir þessu, þá erum við að biðja fyrir öllum hinnum, að við megum koma rétt fram, að við eigum góða trúargöngu, að ríki Guðs vaxi innra með okkur, að það halda áfram að vaxa og koma, og við megum gera það sem að hann býður okkur. Meðal annars að fara út allan heim, hversu stór sem hann er hverju sinni hjá okkur, að boða fagnaðarerindið. Í Júdasarbréfinu segir: en þér elskaðir, byggið yður sjálfa upp í þar helgustu trú, biðjið í heilögum anda. Byggið ykkur sjálfa upp. Við þurfum á því að halda. Og ekki síst einmitt með því að biðja í andanum, biðja í heilögum anda. Að leyfa andanum að stjórna bænum okkar. Leitum ríkis Guðs á þennan hátt. Og ég kom aðeins inn á mótbyrinn áðan. Og eins og ég segi, ég vil meina að það sé ekkert óeðlilegt að koma mótbyr og leitum ríkis hans til þess að hjálpa okkur í gegnum það. En að því að ég kannski líka mikið að tala um þetta frelsi, þetta fyrsta skref í Guðs ríkinu, að eignast Guðs ríki innra með okkur. Þá sagði ég mitt, já, það er samt kannski sterkasta birtingamynd mótbyrs eru ofsóknir. Jesús sagði í fjallræðinni: sæl eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himnaríki. Ég ætla ekki að vera að fegra myndin of mikið vegna þess að það eru ofsóknir sem við getum lent í. Þannig að þeir sem að taka við Kristi, þeir geta lent í því að verða ofsóttir. Og Jesús var einmitt ekkert að fegra myndin, hann var að segja frá því. Þið getið búist við þessu. En hann sagði líka í Markús 10. kafla: sannlega segi ykkur að enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðarerindisins, án þess að hann fái 100-falt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum, og í hinum komandi heimi eilíft líf. Hann sagði: þið megið búast við ofsóknum. En lykilatriði hérna er það að þær eru bara tímabundnar. Af því að í hinum komandi heimi fáum við eilíft líf. Það er það sem skiptir mestu máli. En kristni menn eru ofsóttir víða um heim. En launin sem þeir bíða eftir, launin sem þeir vita þeir fá, eru slík að þeir láta ekki undan ofsóknunum. Þeir standa stöðugir.
Og það er kannski einhver sterkasti vitnisburður kristinna manna. Þrátt fyrir ofsóknir, þá stend ég með Guði. Þá vík ég ekki frá honum. Það held ég sé sterkasti vitnisburðurinn. Lífið í Kristi er svo dýrmætt. Það er svo dýrmætt að sama hvað gerist, þá slepp ég ekki hendina af Guði. Ég slepp ekki hendina af Guði. Hvað sagði Páll í Rómverjabréfinu, 8. kafla? Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það, eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er. Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskað oss. Þegar ég er þess fullviss að hvorki dauðin í líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, munu geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Ekkert fær slítið okkur úr hendi Guðs. Ekkert. Óvinurinn getur reynt eins og hann vill, en hann getur það ekki. Við erum komin að endi, mér langar að biðja fyrirbýðendur að gera sér tilbúin í hlýðasalinn. En mér langar að tala til ykkar hér. Ef að Jesús er ekki í lífinu í dag, þá er ekkert mikilvægara fyrir þig en að bjóða honum inn í lífið þitt. Jesús vill taka þátt í lífið þínu. Hann hefur áhuga á þér. Hann þekkir þig eins og hann þekkti soninn, týnda soninn sem við lásum um. Hann þekkti hann þekkir þig. Og hann vill lifa með þér. Hann vill fylla lífið þitt af gleði og tilgangi. Og þeim tilgangi sem hann hafði í hyggju með lífið þitt þegar hann skapaði þig, hann hefur alltaf haft tilgang með lífið þitt. Hann vill eiga samfélag við þig. Hann vill að ríki hans verði raunverulegt í þínu lífi. Og ef að Jesús á nú þegar bústað í lífið þínu, þá er meira. Hann vill halda áfram að byggja þig upp. Hann er ekkert búinn, hann er ekki komin að endastöð ennþá. Hann vill byggja þig áfram upp. Svo getur líka verið þannig að lífið væri erfitt. Þú ert í mótbyr núna. Og við lendum öll í því. En Guð hefur ekki yfirgefið þig. Hann hefur ekki yfirgefið þig. Hann er með þér. Hann er með þér þrátt fyrir mótbyrinn. Og hann vill hjálpa þér í gegnum erfiðleikana og hann gerir það. Hversu óyfirstíganlegir sem þeir virðast vera. Og ef að lífið þitt leikur í lyndi, allt er eins og best verður á kosið, þá vill hann líka vera með þér. Hann vill líka að þú leiti ríkis hans og réttlætis. Af því að hann hefur meira fyrir þig. Hann hefur meira. Hver sem þörfin er í lífinu, þá er fólk hérna til staðar sem það vill berjast með þér, biðja með þér, leiða þig. Og mér langar að bjóða þér fram hérna inn í hliðasal, þar sem við munum biðja saman, af því að Guð hefur meira handa þér. Hann hefur meira heldur en lífið er í dag. Hann hefur meira handa þér. Amen. Taktu þessar áskorun. Taktu þér áskorun. Guð hefur meira fyrir lífið þitt. Hann hefur meira handa þér. Amen.
Það komið að lokum samkomunar frá Fíladelfíu í dag, þessarar útsendingar og eins og kom fram í máli Hjalta, þá hefur Guð áætlun með líf okkar og við vitum ekki alltaf hvað okkur fyrir bestu. Í faðirvorinu þar segir Jesús, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Og þú getur beðið Guð að hans vilji verði í lífið þínu. Þú þarft ekki að setja þín einar stellingar, þú þarft ekki að vera að rembast við að biðja 10 sinnum á dag eða fylgja einhverjum fyrirmælum. Það sem þú þarft að gera að vera bara einlægur og segja við Guð, verði þinn vilji. Ég treysti því að þú hafir áætlun með líf mitt. Ég vil gangi í takt við þig. Og nú ætla ég að biðja fyrir þér. Ég hvet þig til þess að taka þátt í bæninni. Drottinn, ég þakka þér fyrir alla þá sem að fylgjast með þessari útsendingu og ég bið að viljinn þinn verði í lífið þeirra. Drottinn, þú þekkir hverja einustu mannesku. Þú veist hvernig hjónabönd fólks eru, þú veist Drottinn hvernig vinnan og hvernig bara daglegt líf Og ég bið Jesús sérstaklega fyrir þeim sem eiga í baráttu í hjónabandi sínu. Ég bið Drottinn að þinn vilji verði inn á hverju einasta heimili. Viltu tengja fjölskyldur saman? Vilt þú Drottinn leysa þau ágreiningsmál sem kunna hafa komið upp? Og ég bið bara að þú gefir þinn frið inn á hvert einasta heimili. Og ég þakka þér bara fyrir að mega leggja þetta í þínar hendur. Þú sérð lengra en við. Og þú hefur lausn á öllum málum. Ég þakka þér fyrir að mega bara leggja alla áhorfendur og hlustendur í þínar hendur og biðja að komi ríkið þitt og verði þinn vilji í Jesú nafni. Amen. Stundum þegar ég byrja að biðja í lok samkomunar þá ég ekki endilega búin að ákveða fyrirfram fyrir hverju ég bið. Ég leyfi bara Guði að leiða það og ef til vill átt þú í erfileikum í þínu hjónabandi, Guð þekkir það. Guð veit hver lausnin hann vill gefa frið, hann vill gefa sættir og ég hveti til þess að leggja öll þín mál í hans hendur því að hann veit hvað þér fyrir bestu og hann elskar þig og hann vill að þú elskir þá sem í kringum þig eru. En ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri, fylgstu með samkomunni frá Fíladelfíu næsta sunnudag. Við kveðjum að sinni, verið sæl.